ef vísindin eru ekki á einum málu þetta, þá okkur sagt ósatt það að 97% vísindamanna séu sammála að loftslagsbreytingar séu að mannavöldum og þær séu stórkostlegt vandamál. Það bara mjög lítill hluti vísindamanna sem skrifa undir þetta. Og það eru meira sem mörg þúsund vísindamanna sem skrifa undir yfirlýsingu að loftslagið sé ekki að breytast að mannavöldum nema mjög litlu leyti og þetta sé mjög lítið vandamál. Og þú veist að stjórnmálið að snúa sér öðru. Að því að við erum það dynja á okkur fréttir í blöðum, heimsblöðunum, heitast ára allara tíma og hroðalegi hlutir. Og ég fer að kíkja á þetta, er þetta rétt? Og þá kemur alltaf í ljósa að þessi fréttir röng. Og það er aldrei dregnum tilbaka. Bara til þess að fara yfir þetta, svo fólk átti sig á hversu vitlaust þetta er. Fyrsta lagi þá er hitamælinn ekki fundin upp fyrir 1880. Og frá þeim tíma hafa menn verið að mæla hitan með hitamælum. Þannig að þetta heitasta ári í sögunni, það er ekkert verið að tala um þá hitan á tími Rómverja eða þegar grænlendingar voru að rækta bygg, íslenski grænlendingar. Það er pottitt bara að vera að miða við heitasta ár síðan 1880. Sem var kaldasta tímabil í sögu mannkynsins. Og í Bandaríkjunum var hitamett árið 1936 og það hitamett stendur enn. Það hefur aldrei verið slegið. Hiti við miðbaug, hann breytist ofsalega lítið og það hefur eiginlega verið stöðugur frá því mælingar hófust. Hitastig á suðurhveli hefur verið mjög stöðugt, þannig að suðurskauti er ekkert að brána. Þannig er -50 eða -55, hver veit, engin ís að brána. Og svo er þessi þéttbýlisáhrif. Það er alltaf fleiri og fleiri hitamælar inn í þéttbýli, það sem er, 2-3 stiga meðri hiti. Og svo eru þessi tækni áhrif rafhitamælar sem taka oftar hitan. Og svo er þessi matskendu útreikningar á meðalhita jarðar. Þú hefur velt fyrir hvernig meðalhiti jarðar en að reikna þar yfir árið. Ég hef ekki velt í fyrir. Það er vetur og sumar, dagur og nótt, einn hitamælirinn í borg, annar fyrir utan borg, einn út í sveit, einn upp í fjalli, einn við sjáumál. Svo þetta búið til formúlu til þess að gera þetta allt saman einhvern veginn gilt, jafngilt. Og þar gerist galdurinn. Þar verða hitamyndin til þessum mistökum. Og ég held að menn vil líka velta sig, eru hitamyndin vegna þess að verður óbærilega heitt ykkur staðar eða eru vegna þess að nóttin verður minna köld ykkur staðar. Og þetta er það bara lítið vandamál að verður minna kalt ykkur staðar. En eða hitastigið á suðurskautinu hefur í staðan fyrir að vera -30 er núna -28. Þetta er í þess að landmassi. Þannig að þetta er allt tómvitleysa. Nú síðan eru skógareldinu, við sjáum ræðilega fréttir á skógareldum og ég fór að kíkja á það. Hafa þeir aukist? Nei, hérna er 100 ára saga yfir skógarelda sína að þeim er bara snarfækkað. Alveg snarfækkað, Þannig að eldarnir til dæmis í Kaliforníu núna í fyrra. Hroðalegir, en þeir voru bara miklu meiri, árið 1936. Þannig að ekki er koltvísýringurinn að valda þessu. Nei, áhugavert. Meiri stormar. Tropical storms, þetta eru hurricanes, þetta eru rosalegi stormar sem að þeir koma á land jafna allt við jörðu, valda flóðum og annað slíkt. Og hérna er frá því 1970, frá því að svona mælingar og talningar hófust, þá bara hefur ekki orðin einn mælanleg breyting. Þetta er óreiðu kent hversu oft þeir koma og það hefur verið meira þess að fækka. Aftur til 1970? Já. Til dagsins í dag og það er frekar svona fækkun í hurricanes og aðeins kannski pínuti fjölgun í major hurricanes en tropical storms fækkun. Engin breyting á svona overall. Ef þú gerir tölfræðilega greining á þessu ómartæk breyting. Svo segja menn, já en eru þá ekki kóralrifin að deyja? Eitthvað hroðalegt. Það er bara aldrei haft að betra kóralrifið, stóra kóralrifið fyrir utan Ástralíu. Aldrei verið betra formi frá því mælingar hófust 1985. En á munið getur á forsíðum heimsblaðana kórallin er að deyja. Bara tómvitleysa. Hann sveiflast bara og þú getur námyndað ykkur kóralrifi sem var fyrir stormi, þá bleikist kórallin. Hann líka losa sig við litarefnin ef það eru hitabreytingar, kólnun eða hlýnun í sjónum. Ég fór að kíkja á þessa kanínuholu og þetta er bara eðlilegu ferill hjá kórallum. Svo var náttúrulega hræðilegt, það var ráðstefna haldið nýlega hérna á Íslandi það að golfstraumurinn væri á stöðvast. Svo kemur bara lítil frétt í mokkanum nýlega að það sé engin breyting á golfstraumnum. Og það er búið að halda mjög dýra ráðstefnu allar þessar hroðalegu afleiðingu þess að hann sé að stöðvast. En það er eitthvað líkan sem segir að hann gæti stöðvast. En engar breytingar á. En það er bara engar mælanlega breytingar á þessum straumi. Já,
eru eyðimerkurnar að stækka og NASA eru búin með gervihnött á lofti sem mælir gróðurþekju jarðarinnar. Síðan 1982 hefur gróður bara aukist, eyðimerkur minnkað og mjög lítil svæði sem hafa eitthvað sölnað. Þannig að þetta er allt af hennu góða. Norður Íshafi þá orðið íslaust? Nei. Og það var tölvöld mikill ís þar, svona 1970-80, síðan hann farið minnkandi, en hann er samt ekki orðin jafn lítill á 1940. Þannig að þetta er eitthvað svona bara eðlileg sveifla. Eru höfin þá ekki samt að hækka? Eru ekki bara alltaf frá sökkvi í sæ út af því að jöklarnir Grænland fara undir? Grænland bránar og þá hækkar sjórinu 20 metra eða hvað menn eru búin að reikna svo út í. En það er búið að vera síðan 1850 bara mjög nákvæma mælingar á yfirborði hafana. Það hefur bara verið að hækka svona 2-3 millimetra á ári stöðugt. Alveg frá 1850. Og það er lítil breyting á þessu. Sum lönd eru að sökkva í sæ, bara út af flekarhreyfingum og önnur er að rísa. Og þið munið kannski eftir fréttunum 2009, það var haldinn ríkisstjórnarfundur í Maldíveyjum að því að þær voru taldið að vera að sökkva. Allt út af því að við vorum með svo mikið á gróðurhúsalofttegundum. Þannig að Manjan kannski hápunkti. En síðan kemur í ljós núna nýlega að Maldíveyjar eru ekki að sökkva og sumar þeir eru að stækka. Þetta eru kóralrif sem að bæta á sig, kórallin bætir á sig og bætist sandur á eyjarnar og þeir eru að kynna nýja ferðamannastaði á 2025. Allt blóma á Maldíveyjum. 10 árum eftir að menn sagði að þær var að sökkva en það er enginn sagt neina fréttir af þessu. Við fáum bara svo stór fréttir alls er hræðilegt. Allir eru skelfingulosnir. Litlu börnin eru bara hafa enga trú á framtíðina. Til hvers að fara í skóla ef heimurinn er að soðna. Þetta er alvarlega skilaboð. Unglindi, til hvers eignast börn. Þetta er allt byggt á bulli. Það er mjög alvarlegt að stjórnmálamenn á Íslandi sé að taka undir þetta. Og maður kíkir á, en snjórin allavega. Ég er nú gaman að skíða og ég man árið 2000 hvað ég miklar ágjörði að ég er bara ekki hægt að skíða mér. Kom einhver eitt svona vetur sem var lélegur. En hér er svo bara mælingar og snjóþekju á norðurhveli. Bara engin merkjanleg sveifla upp eða niður í þessu. Mjög stöðugt. Ágætt og þá hljóta nú að allan að þurrkar hafa aukist og alltaf skrælna. Fyrst að jörðin er að soðna. Nei, á global svona yfir allan hnöttin þá er þurrkum að fækka. Það er að segja abnormally dry og extreme drought og severe drought. Þetta eru alvarlegi þurrkar sem að valda vandamálum. Það er svona mælanleg sveifla niður í því. En eru þá ekki ísbirnir að deyja út? Ég veit ekki, sá ekki allir þessa hræðilegu forsíðumynd af ísbirninu sem var að deyja úr hungri árið 1970? Jú, það er á forsíðum heimsblaðana. Þetta er bara aldurhnýin ísbjörn, drepast úr elli. Þarna var ísbjörnastofnin líklega á mikill uppleið. Hann hefur sem sagt sjöfaldast á síðustu áratugum. Það er staðreynd. Eftir að menn hætti að stráfella með veiðum. Það er staðreynd. Þeim líður mjög vel. Það er staðreynd. En hvað þá? Það var líka mér sem talaði þú veist, þegar ísbjörnir voru hafa verið að skóla á land hérna á Íslandi. Að þetta sé merki að heimkynnum þeirra sé að hopa og þeir hafi engan stað til að vera og þá þvælast þeir hingað og deyja hérna. Bara hjóli í vinnuna. Til að bjarga ísbjörnunum. Þú getur allan að gert eitthvað. En þú veist, þetta er bara bull. Og hérna er svo alvarlegt, það er búið að hræða börnin með þessu bulli og fólk sem hefur ekki tíma til að rannsaka þetta betur. Það er bara óttaslegið og hvernig getur þú sagt að það sé í lagi að auka koltvísýring í andrúmsloftinu? Ekki vilt að ísbjörnin deyja út.